Herðu, Haraldur Gíslason kominn hingað, þú ert formaður, félag leikskólakennara. Rétt. Herðu, leikskólanir í kreppu, það náttúrulega við fylgst með því í fréttum sem að foreldrar koma í ráðhúsið og bara heimta að fá pláss fyrir börnin sín sem orðin 12 mánaða. Það kannski sérstakt í Reykjavík að þessu var lofað að hérna í kosningabaráttunni, þetta yrði allt klárt í haust, þannig að eðlilega þá upplifa foreldrar þessu sviknir en ég býst við að svona vandi sig ekki alveg bundið við Reykjavík, að það vanti pláss miða við svona áætlun og ráðagerðir. Og svo heyrum við mönnunarvanda. Svo kom hann Hörður Svavarsson hérna á Rauðaborðinu og hann talaði að það væri bara peninga, það væri orðið þröngt, það væri alltaf verið að skera niður og að þrengja starfinu. Af hverju eru leikskólanir í kreppu á Íslandi? Það reyndar ekki heldur rétt að það hefði bara verið lofað í Reykjavík leikskólaplássi fyrir 12 mánaða börn og það var held ég lofað á mörgum stöðum og líka held ég lofað fyrir síðustu kosningar líka. Þar og þar. Já, sko umræða núna, hún búin að vera undanfarin haust síðastliðin áratug. Og ekki breytist. Nei, sko, þetta búið að vera hávar umræða en ástæðan fyrst og síðast svo að kerfið bara stækka allt rætt. Við höldum ekki við vöxtinn, við erum að reyna að taka inn yngri börn allt rætt, þrátt fyrir sko að það hafi verið sko met umsóknir inn í námið undanfarin ár og met útskrift núna, þá höldum við ekki í við þennan mikla vöxt. Alltaf að haustin, þá kemur rót á ákveðin hóp starfsfólks innan leikskólans, kemur rót á hóp ófæra starfsmanna leiðbeinendur, það kemur rót á þá sem hafa aðra háskólamenntun heldur en kennaramenntun, sem ekki með leyfisbréf. Þetta sýna bara hagstofutölur. En minnsta starfsmannaveltan á meðal leikskólakennara og það bara eðlilegt að sé róta á þessum hópi vegna þess að sko, þráttur að sé fullt af reynslumiklu fólki í leikskólanum sem eru leiðbeinendur, þá svona held í stærsti hópurinn svona frekar ungt fólk sem svona leitandi bara og að fara í skóla eða að fara í önnur störf og það sama á við hinn háskólamennahópinn. Þannig að á haustin verður svona rót og það þarf að ráða inn nýtt fólk og tíð starfsmannavelta ekki góð. Svo til viðbótar þá verið að stækka kerfið allt og rætt og þá myndast þessi mikli þrýstingur á kerfið og við höfum bara átt mjög erfitt með að mæta þessum þrýstingi og það mjög vont og við ræddum það og fundum með pólitík og höfum gert það mikið og segjum bara, þú veist, þið vitið að við erum að fara á bratt. En þegar menn fara að lofa ykkur þá vilja menn standa við það og reyna að setja púður í að reyna að standa við þessum lofa. Það voru mistök í upphafi. Þess vegna lenda menn í þessum átökum núna náttúrulega þar sem að fólk veit bara fá lofaverðinu uppfyllt. En af hverju getur þetta ekki vaxið hraðar kerfið? Það vegna þess að það vantar pening í það? Er það bara ekki til mannskapur í það? Eða það bara svona kultúrist að það sé bara hættulegt að þenja það út og hratt að geti þinnst út og orðið verra? Já, sko, það vantar pening í það. Ég meina, sko, sveitarfélögin, og það ekkert margir sem átt að segja á þessu, að þetta ekki skylduverkefni þeirra. Leikskólinn ekki skylduverkefni þeirra. Þrátt fyrir að, sko, samkvæmt lögum, þrátt fyrir að það kannski, hann það í raun og veru því að öll 2 ára börn og eldri í leikskóla og það myndi ekki bú í sveitafélagi þar sem hann væri ekki leikskóli, en Reykjavík bara gæti sagt þegar við erum hætt með þetta dýra kerfi, bara gjöru svo vel Ríki, þið sjáðu bara þetta. Og mér finnst svo umræða að því þið voru að ræða skylduverkefni sveitafélagi hérna áðan. Til dæmis, grunnskólinn skylduverkefni og hún fylgi fjármagn, vissulega örugglega allt og lítið og málefni fatlaðs fólks núna allt og lítið fjármagn sem fylgir sem sveitafélögin tapa alltaf á samningu við ríkið. En sveitafélögin eru með kostnað við leikskólana algjörlega á herðum sér og fá ekki krónu í reksturinn frá ríkinu. Þannig að mér finnst svo umræða ekki nægilega hjá sveitafélögum sjálfum
að gera leikskólan hreinlega að skylduverkefni og það þarf ekki endilega skólaskyldu til þess, bara sé skilgreindu samkvæmt lögum skylduverkefni. Það eini möguleikinn fyrir sveitarfélögin að næla sér þá í tekjustofna frá ríki sem verður ekki létt mál, en það bara vinn-vinn vegna þess að þau eru með kostnaðinn alla núna á herðunum og þetta snýst kostnað. Það snýst kostnað, menn við getum sagt sko, ég meina, höfum bara, ég var að semja við þig og þú þægilegur í samningum og ég segi bara þegar herðu á morgun verða laun leikskólakennara 3 milljónir á mánuði. Þetta myndi það fjölga miklu meiri mánuði, meiri í náminu og þetta myndi gerast hraðar en það tekur tíma að mennta fólk og en þú veist, þetta snýst peninga þetta. Þú segir þetta hefur verið í mörg ár, 10-20 ár, sama og það komið hingað fólk úr heilbrigðiskerfinu, það sér það sama. Bara alltaf að segja það sama, úlfur og engin hlustar á okkur. Hvað er á tímanum sem að líður? Ég fekk það svolítið á tilfinningu þegar ég var að tala við Hörð, að kerfi væri eiginlega hrörn á tímanum. Það væri ekki að halda í horfinu, heldur væri við frekar að svona síga aftur á bak. Hvernig upplifir þú það? Já, sko, ef við tölum bara hlutfall þeirra sem hafa réttið í leikskólanum þá á það að vera 67%. Og það var lengi vel í 33 og það komið niður í 28. Við sjáum það er mikið vegna þess að kerfið þenst svo hratt út. Auðvitað, sko, erum við búin að vera að gera með sveitarfélögunum helling. Við erum búin að vera hægt og rólega að hækka laun. Og við getum bara sagt ég með leik- og grunnskólakennarar á sömu launum og það er búið að vera þannig síðan 2014 byrjunarlaun leikskólakennarar eru 604.000 margir eru á bilinu með 650-750 og getum mest farið í 830 með allri menntun og starfsýslu. Þetta eru kjörin sem er í dag. Við erum búin að vera að fjölga undirbúningstímum. Við fórum í þessa styttingu vinnuvikuna sem hefur reynst mjög erfið í leikskólanum þar sem að náttúrulega leikskólar eru miklu líkari vaktavinnustöðum. Þú skilur ekki verkefnin eftir og kemur að þeim aftur seinna út með fólk og þú ítir ekki neitt stopptaka þar, þannig að það hefur verið snúið. Foreldrarnir verða bara að ná því að komast á leikskólanum og sækja börnin. Já, ég meina og heilt yfir hlýtur vinnuvikan á endanum eiga að leiða til styttri vinnuviku barna líka, því að þannig er þetta dæmi allt saman hugsað. Þannig að það er ýmislegt sem að leiðinni hefur potast og náttúrulega sko við værum ekki að fjölga svona mikið í náminu nema að það hefði verið gert sko, en við erum öll sammála um það að launkennara almennt bæði leik- og grunnskólakennara eiga að vera hærri og verðum þetta matið á þessum störfum í fræðslustarfsemi sem við erum sérfræðingar í fræðslustarfsemi er miklu lægra heldur en sérfræðingar til dæmis í bankageiranum eða vátryggingageranum eða hvað það nú er sko, þannig að það er ýmis sóknarfæri á. Eitt sem var leyfisbréfið þannig að leikskólakennarar gátu farið upp í grunnskóla, leiti það til flótta úr leikskólanum yfir í grunnskóla? Já sko, þessi breyting á leyfisbréfinu, markmiðið var bara fínt að leiða til flæði á milli skólastiga. Það gæti aldrei verið þannig að við þessa breytingu að þú myndir bara segja, herðu, hérna, við viljum ekki að leikskólakennarar hreyfi sér neitt, við ætlum bara að binda ykkur þetta fasta, þið fóðu ekkert leyfisbréf. Skulum opna þetta fyrir alla hina, þeir getur mögulega komið til leikar en þið farið ekki neitt. Það gæti aldrei verið þannig. Lausnir er alltaf fólkin í því að jafna starfsaðstæðurnar og það sem gerði, sko, við höfum tölur frá 2018 til 2020. Það er fyrir breytingu. Þá eru teikn á lofti að leikskólakennarar væri í bara nokkur stóru stíl að flytja sig verið að kenna í grunnskóla. Það fóru 300 að kenna í grunnskóla en komu bara 100 úr grunnskóla að kenna í leikskóla, þannig að það var 200 okkur í mínus. Síðan gerum við gera samlinga þetta 2020 og við fölgum undirbúningstímum og reynum að laga þetta allt í starfsumhverfið og meðal annars með þessari styttingu vinnuvikunar. Það er hægt í raun og veru með styttingu vinnuvikunar að stilla af starfstíma leik- og grunnskóla. Þú þarft svona 26 daga til að geta stilt af þessi skólastig því að grunnskólakennarinn vinnur af sér ágefin frí, jól og páska
og aðeins lengra sumarfrí, það er raunverulega hægt með styttingum vinnuvikunar, þráttur að það ekki tekist alls staðar. Við fáum núna tölur núna í október, þetta 2 ára tímabil eftir að breytingin var. Tilfinningin er svo að flæðið sé orðið miklu jafnara, en við höfum eftir að fá það staðfest. Og það sé ekki þannig að fólk sé að flýja leikskólana út á álagi en geti fengið kannski sömu laun í grunnskólanum, en það er ekki sama álagið. Já, sko, það var tilhneigingin. En þú heldur það sé ekki? Við höfum eftir að fá það staðfest, en tilfinningin er svo að það hægst verulega á þessum á undanförnum 2 árum og við vonum að tölunum sína það. Ok. Við erum með kerfi sem að hefur vaxið og hratt, og það getur ekki vaxið og hratt. Það getur ekki mætt kröfum foreldra eða fjölskyldna eða samfélagsins. Hvað er þetta að gera? Að bara hætta við 12 mánaða börn og lengja fæðingarólu upp í 18 mánuði eða í 2 ár? Komdu með lausn. Við höfum verið að tala fyrir því að það væri skynsamlegri lausn að stefna lengra fæðingarólu. Sem er ekkert róttakummynd, það er bara svipaður á Norðurlöndum. Já, akkurat, það er ekkert mjög róttakummynd vegna þess að sko, það léttir líka á kerfinu og hægir aðeins á því og hjálpar okkur aðeins að draga andan og auka nýliðun. Því að það er það sem þetta snýst allt að fjölga kennurum með réttindi. Það er held ég þangað sem við ættum í sameiningu sem samfélag að stefna og ég held að væri skynsamlegt eða væri hægt að búa til kerfið þar sem að þú börnin byrja að koma svona rólega með fæðingarorlofskerfinu inn í leikskólana. Þú byrjar ekki bara búm 8 tímar á dag heldur byrja rólega. Þá fyrir að kerfin að tala saman. Þá þarf eitthvað fyrirtækin að bjóða foreldrarum upp á það að koma hægt inn í sína vinnu líka. Já, akkurat. Og þetta er alveg hægt að gera, þetta kostar þetta. Og það er nú ekki svo langt síðan við fórum í 12 mánaða fæðingarorlof og það var nú eitthvað þrautagang að komast þangað sko, en ég held að þetta væri miklu skynsamlega fyrir okkur sem samfélag að stefna þessu og við náttúrulega erum líka höfum verið undanfarin ára að sjá bara rannsókn til dæmis á geðteinslum sem að Sæunn Kjartansdóttir hefur verið að birta að það sé sennilega skynsamlega að fara þessa leið að lengja fæðingarorlofi. Það sé betra fyrir börnin. Já, og við erum með ráðstöfnu núna í tengslu við aðalfund okkar, þar sem meðal annars Hörður og Sæunn er að koma fjallum í þessum mál og yfirskrift fundarins hvað er börnum fyrir bestu. En nú erum við með kerfi sem er vanfjármagnað, hefur vaxið og hratt, glímið við alls konar vandamál, en á sama tíma er verið að stækka það með því að taka inn mjög yngri börn. Já. Hvernig er kerfið eða skólanir eiginlega tilbúnir fyrir þetta verkefni? Ég býst við það að búa til dagheimili eða leikskóla fyrir 12 mánaða til 18 mánaða sé bara mjög erfitt verkefni og ekki alveg fyrir síðan hvernig á að gera það. Allavega sé þetta getur verið flóknara heldur en að vera með börn sem eru 5 ára sem er kannski lengri hefð fyrir og saga innan kerfisins. Já, örugglega vel í stakkbúinu til að takast á við það verkefni og margir leikskólar sér hægnaðir fyrir yngri börn sko, þannig að það er alls konar sko. Já, gæti verið að lausnin verið svo að væru kannski ekki sömu leikskólanir, að sömu væru sérhæfðir í að vera með yngri börn? Það er alveg að gerast þannig sko, að sömu er að sérhæfa sig í því og það er til svo kallar ungbarna leikskólar. Þannig að við færum aðeins hægara þá myndi svo þróun kannski leiða að einhverjum lausnum sem að væru bestar. En þetta er náttúrulega miklu dýrari því að það er náttúrulega færri börn og per starfsmann þegar komið með svona ung börn. Þetta er mikil umönnun og þetta er krefst meiri starfsfólks. Hver er munurinn fyrir þá sem ekki þekka? Hver er munurinn á? Munurinn, hvað þarf marga, hvað getur einn starfsmaður verið með mörg? Já, þetta er svo 3-4 börn og upp 8-5, nei 8-10 segi ég. Það er eiginlega meir en... Já. Ok, en erðu 10 til 20 ár að tala sama vandamálið og ekkert gerist, hefur þú trúað í að eitthvað breytist? Já, og ég vil nú ekki segja að ekkert gerist. Það gerist margt, en stundum finnst mann að mega gerast hraðar. Ég er nú ekki sérstaklega þolinmóður og þannig að mér finnst stundum þetta megi ganga hraðar, en það eru sóknarfæri framöndan og ég meina fyrir alla kennarastéttina náttúrulega það var lífeyriskerfinu breytt og því fylgdi loforðum jöfnu laun á milli markaða og það á eftir að
uppfylla það loforð og það klárlega það sem að kennarastéttin mun krefjast í næstu lotu að þetta loforð síðan 2016 verið uppfyllt því að það á að uppfylla það fyrir 2026 og það ekki seinni vandi að byrja því. Nú alltaf verið að þróa kerfið. Finnst þér að sko kennararnir sem að vinna með börnunum að þeir séu mótandi aflið í hvert kerfið að þróast eða verið að gera mæta einhverjum kröfum og þróa kerfið og það sé stjórnmálafólk, rekstrarfólk og fleiri sem raunverulega að hafa völdin það hvert þetta kerfið að þróast? Já, sko, ég held að kennararnir hafi mikið það að segja. Þeir hafa náttúrulega ekki allt það að segja, en það sótt að okkur víða. Ég meina, menn vilja breyta reglugjörðum fjölda barna og eitthvað slíkt sko, sem einhverjar fárálega lausnir sem bara gera starfsumhverfið verra en náttúrulega sko leikskólastigið í heild sinni hefur náttúrulega alltaf barist fyrir börn og það var alveg líka þannig að þegar að við vorum að tala fyrir því að það var gott fyrir börn að vera í leikskóla að mögulega kannski voru við of mikið að geta verið fyrir því og spáðum kannski alveg í það kannski væri ekkit endilega best að stefna að 12 mánaða börn væri í leikskóla heldur fari í hináttina þannig að þetta alls konar. En stefnan komin á þess að kannski samfélagi hafi almennilega hugsaði til enda. Það ekki gott. Herðu, gaman að tala við Haraldur og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Hérna eftir örskamma stund og þá ætlum við að tala skatta.